Umferðin Víkurskarð jókst 20,8% í nýliðnum október, borið saman við sama mánuð á síðasta ári. Með þessu var slegið nýtt met í október umferð Víkurskarð. Gamla metið frá október 2010 var 945 bílar á sólarhring en nýja metið er 1131 bíl á sólarhring. Vegagerðin gerir ráð fyrir að nærri 500.000 ökutæki fari Víkurskarðið á þessu ári. Umferðin Víkurskarð hefur aukist liðlega 10% á árinu en ef landið allt er skoðað kemur ljós að aukningin er liðlega 5 af 100 og þessar tölur koma vegagerðinni á óvart. Já, þessar tölur hafa verið að koma mér á óvart allt þetta ár. Þetta byrjaði á gríðarlegri aukningu fyrirpart árs og ég átti ekki von á að fá svona mikla aukningu í ár. Er einhver skýring á þessu? Sjálfsagt eru þær margar. Þetta er náttúrulega fyrst og fremst held ég að sé nú bara aukin umsvif í þjóðfélaginu en svo er ferðamannaaukning, svo er virkjanaframkvæmdir á Húsavík, það eru Valaheiðargöng hérna, þannig að það er svona ýmislegt sem að getur komið til. Þannig að það er svona leggst allt á tölurnar og þess vegna er aukningin meiri heldur en landsmeðaltalið. Já. Þetta er það bil 2 sinnum meira heldur en landsmeðaltal segir til um. En ertu farin að spá þá í hvernig árið kemur út hérna í Víkurskarðinu? Já, það er nú bara 2 mánuðir eftir árinu, þannig að við erum svona nokkuð vissir um að það verði slegið nýtt met í umferðinni í ár. Gamla metið var frá 2010, það er nú kannski komið tími á að það sé slegið og við búumst fastlega við því að fá rúmlega 1300 bíla á sólarhring hérna að meðaltali yfir skarðið. Já. Þeir sem hafa, ég tala sérstaklega fyrir Vaðlaheiðargöngum og réttlætt þau, þetta svona styrkir þeirra málstað? Já, þetta væntanlega styrkir það fjárhagsmódel sem liggur á baki Vaðlaheiðargöngum. Þetta er meiri umferð heldur en að við gerðum ráð fyrir. Það er alveg ljóst. En þessar mælingar, hvernig fara þær fram? Nú, mælingarnar sem fara fram hér, þær eru þannig að það er fræst niður lykkja í yfirborð vegarins sem spannar upp segulsvið sem síðan rofnar þegar að bíl er ekið yfir segulsviðið. Þá telur hann í hvers sinn sem að segulsviðið rofnar. Þið eruð að mæla mjög víða á landinu? Já, við erum náttúrulega með mæla út um allt land og ætli þetta sé ekki það bil svona 400 teljarar sem við erum með allt land en við erum auðvitað með fleiri teljara í sniði á sömu stöðum. Það er allt upp í 6-8 teljara til dæmis á höfuðborgarsvæðinu, einn í hverja akrein. En svo erum við bara með 1 teljara svona út á landi sem að næri yfir 2 akreinar. Það er 1 teljari hérna í Víkurskarðinu? Það er 1 teljari bara í 1 lykkja yfir sniðið hér. Þannig að það getur verið að við getum mist af bílum ef að 2 mætast yfir lykkjunni. En það vita óskaplega fáir hvar vírin er grafið niður þannig að það er ekkert að fara svona hérna að næturlagi og keyra yfir hann og svo bakka aftur tilbaka og dunda í því svona í 2-3 klukkutíma til að láta hann telja. Það væri hægt ef við vissum hvar hann er, já, það er rétt, það er mjög erfitt að finna hann og ég veit ekki einu sinni sjálfur nákvæmlega hvar hann er. Þetta er náttúrulega... Já, þetta sést ekki þegar búið er að fræsa þetta niður. Hins vegar hefði það nú lítið að segja því að þó að einhverjum dytti í huga að fara þarna og bakka nokkur sinnum yfir nokkra daga þá bara hefur það ekkert að segja. Þetta eru tæplega 500.000 bíla sem er að fara hérna skarðið á ári. Þannig að þó fari 4-5 ferðir að þá drukna það nú bara í. Það er bara eina skekkjumarka, sko. En þið hljótið að vera að koma með ágætis gagnagrunn. Hversu lengi hafið þið verið að mæla svona? Já, við höfum verið að taka þetta saman umferðin á landinu, landsvísu eins og við gerum í dag. Það er frá 75, þar sem við höfum verið að birta tölur yfir akstur og umferð.
En þetta hefur mikið aukist upp úr aldamótum síðustu. Það sem við fórum að fara meira yfir í teljara sem að við getum bara hringt í sem sagt frá skrifborðinu upp í vegagerð og fengi bara tölur 10 mínútna gamlar sko. En hér áður fyrir þá var bara mannskapur hreinlega í þessu? Já, í gamla daga þá voru bara hliðverðir sem að sátu og töldu, opnuðu fyrir umferðinu og töldu leið bílana. En þið notið þessar upplýsingar væntanlega í þágu vegagerðarinnar? Já, þessar upplýsingar notast nánast bara eins og, hvað ég segja, ímyndaraflið segir til Helst það náttúrulega notað, þetta mikið notað í hönnun því að veghönnuðir þurfa að vita hvað eiga að hanna veginn fyrir mikla umferð og þá eru þessar tölur notaðir í það. Þetta notað í viðhald, þetta notað í til dæmis eins og til að vita hvenær eigi von á því að malbiki fara að bila eða eitthvað slúlis og svo þetta notað í ýmsa aðra áætlanagerð. En það stundu sagt að þessar mælingar þær séu svona ágætis barómet á því hvernig landinn hefur það, hvernig kaupmátturinn Já, það viðurkennt að þetta fylgir algjörlega, hvað ég segja, slagkrafti og umsvifum í þjóðfélaginu. Ekki bara hér, heldur þetta erlendis mikið notað, menn pólitíkusar og aðrir, þeir kafa í umferðartölur til þess að athuga hvernig árið muni koma til með að líta út. Til dæmis það fjölgar mikið ferðamönnum, teljara sem eru einhvers staðar, til dæmis við Leifsstöð. Eru þeir svona á pari við þær tölur sem að Leifsstöð gefur upp fjölgun ferðamanna sem kom til landsins? Algjörlega. Það bara 98% fylgni þar. Ég var að taka það saman daginn. Það bara gjörsamlega fylgistað. Ekki á margan hátt svolítið gaman að spá og spekulera í tölurnar út frá einmitt ýmsu svona löguðu? Jú, það nefnilega einmitt gaman að sjá hvernig þetta allt saman virkar saman og virðist vera tengt. Enda þegar maður fer að hugsa út í að bíllinn orðið svo mikið svona þarfaþing og við notum hann til að fara á milli staða, þannig að það hlýtur að mælast. Ef menn auka þessa ferði sína þá mælist það alltaf og menn auka ferði sínar ef það meira að gera og meiri umsvif í þjóðfélaginu þá pikka teljarinnar okkar það upp. Það talað að hjól atvinnulífsins þau séu fann að snúa svolítið hraðar núna þessa mánuðina og þið sjáu það alveg í aukinni umferð. Já, maður verður þá kannski ekki hissa að því leyti til á landsvísu að þegar að spáð þessum mikla hagvexti og Seðlabanki var nýlega að gefa frá sér endurskoða hagvaxtarspá og mig minnir að það hefði verið 4,7 eða eitthvað svoleiðis og hvað erum við að tala Við erum að tala aukningu í umferð upp á 5,4, 5,2, ég man það ekki alveg. Þannig að þetta nú kannski ekki svo langt frá. Þetta náttúrulega ekki alveg kannski spot on þanniglega, en það væri það nú kannski hending en á móti kemur þá má segja að umferðin mæli öll umsvif til dæmis en verglandsframleiðsla hún mælir bara það sem upp á borðum. Þeir geta ekki tekið svarta hagkerfið.